morgumat áður en ég fer út. Svo hoppa ég bara yfir á Þjóbó. Ég þarf örugglega að gera með nesti, ég pældi ekki í því. Ég að uppfylla kvótinn fyrir að vera alvörun fátækur námsmaður og ég bara ekki að geta keypt með nesti. Þannig ég ætla að búa eitthvað smá til, verður örugglega eitthvað smá sorglegt en það er bara gaman. Oh baby, it's a shame that we don't operate well, baby. Cause you're bad for my health, I swear you go to hell. Take the L, I don't wanna see you swell no more. And you might be the death of me now, baby. Bon appetit. Ok, ég ætla núna að gera smá núðlur til að taka með nesti. Einu af þetta er að það er alltaf gett spicy og ég er ekki hrifin af mjög spicy. Þannig ég set svona helminginn af sósunni. Korean spicy er bara on a different level. Núðlurnar eru bara aðeins að hafa matla í sósunni sinni og það er tilbúið. Þá ég bara setja í nestbox, helminginn í nestbox, helminginn í ísskáp og svo er ég tilbúin að fara til skóla. Planið þetta er basically bara að klára að svara prófspurningum gömlum sem ég er að æfa. Síðan ætla ég að reyna að lesa yfir spurningarnar, skrifa niður eins og ég gef mann og síðan fylla inn í það sem ég gleymdi. Ég hef annars engan tíma til að vera eitthvað að reyna að fara yfir alla glósurnar mínar eða eitthvað bara not happening. Þannig ég ætla bara að reyna að gera þessar gömlu prófspurningar og vona að spyrja út í það sama þetta árið. Það summaði mikið. Vlogger! Við erum búin að læra í bili. Ég ætla að fara að láta taka með neglurnar. Í smá stund. Svo fyrir aftur að grænda. Á bókasafninu. Örugglega. Það er actually, það er svo fínast að þetta er svona einstaklingsborð upp við gluggann og sér esina. Þetta fínt. Þetta er luxurious. Kannski mæti ég, kannski. Líklega, ég verð að gera. Já, en á eftir. Ég var að gleyma að Esther sem gerir regluna mínar er búin að færa sig, þannig nú er ég að labba á réttan stað til að fara að láta taka my babies off. Ok. Þetta er svona, ef það er vindur, þá heyrist ennþá í mér að svona dettar vindhljóð. Are you going into film school? Ég heldur betur. Ég keypti hana þegar ég var svo úti, svo kom ég ljós að linsan fylgdi ekki með. Hún kostaði auka 50.000. Þetta er sad. Vigdís var einu úr lagginu mínu. Já, og ég var besti parturinn. Ég var so worried. Það er andjóð samt true. Það gefa þér það. Hæ Tokyo! Hæ! Shelly vill líka. Hæ Shelly! Oh my god, fæ Tokyo alla aðtíkluna. Það er ekki lægi. Hi babies. Þetta er eina leiðin sem ég vil sitja á. Nei, ég þarf að mynda sig. Flata neglur. Oh my god. Nú erum við í strætóferð. Ég strætó að koma. Þetta er strætó. Oh my god. Já, með þetta á. Ég var að klára í pilates og barretíma. Það er námskeið þar núna í apríl í vorklass. Ég ætla að hafa sturtu, græja mig. Og ég veit ekki alveg hvað maður langar að læra en ég finn eitthvað. Planið þetta er bara að læra til svona 4, svo fer ég að sækja litlasystur mína. Hún ætlar að gista með mér og Sölva í kvöld og við ætlum að hafa smá kós í kvöld. Lokaprófið sem ég er að fara í er í sögu sálfræðinnar og ég er bara að fara í þetta eina lokapróf þessu önnina og þetta er bara síðasti áfanginn í grunnnáminu í sálfræði. Og ég er svona smá stressuð. En það er allir búin að vera að tala það, þú veist, eins og fyrir það fjall enginn. Og það eru flestir að ná og jafnvel flestir að fá bara frekar góða einkunn. Þannig ég ætti ekki að vera of stressuð. Svo lengi sem ég læri, þá ætti ég að vera góð. Svo sem er að kenna, ég er búin að vera að kenna þetta í þýska 40 ár. Og þetta er síðasta árið hans. Þannig ég er að vona að hann sem verður gekk á skapið, hann er bara ekki bye guys, love you. Þetta er auðvelt próf.
eftir frosnar ávextir, þannig ég ætla örugglega bara að reyna að búa til boost. Ég setti smá jarðarber, smá bláber og mango, gríska jógúrt og núna smá möndlumjólk. Ok, þetta lítið ekkert eðlilega vel út. Þetta mögulega full mikið hjá mér, en þetta lítið svo vel út. Ég svo spennt að borða. Ætla að hringi Anítu. Góðan daginn! Góðan og blessaðan. Ég vloggaði síðan ekkert í gærkvöldi en ég sótti bara systur mína í skólan eftir ég var búin að læra og svo voru bara með kósikvöld og nokkað elda og eitthvað og ég lærði ekkert meira eftir það. En í dag ég er að fara að sækja Anítu núna aftur og við ætlum að læra meira og ég fer síðan að fund með leiðbeinendum mínum eftir. Við erum að fara gegnum svona data processing fyrir BS rannsóknina mína. Ég veit ekki hvað mun taka langan tíma. Ég vona að ná að læra eitthvað meira eftir það. En svo er ég að sækja systur mína í ballett í kvöld. Mér er ekkert vlogga meira þá heldur. Það er staðan akkurat núna. Þannig ég ætla að fara að sækja Anítu og það var gaman. Já, þannig. See you later! Aníta mætt! Já, það er það. Ég er að láta chat gera vinnuna fyrir mig, sko. Þannig að þú ert með Sæla! Ég var að klára fund með leiðbeinendunum mínum og það gekk bara mjög vel og það leit bara allt frekar vel út nema það var alveg sumt sem kom óvart sem er eiginlega bara skemmtilegra því að það gefið smá svona vísbendingum hvernig rannsóknir var hægt að gera í framhaldinu. En ég fæ gögnum mínum helgina og geta loksins byrjað niðurstöðukaflanum og bara data analysis kaflanum fyrir lokaprófið hvað næsta miðvikudag, þannig eftir 6 daga. Þannig eftir 6 daga þá klára ég lokaprófi og þá get ég byrjað að gera alveg bara allt í BS-yrkinu minni og fókusa á það algjörlega. Ég ætla nú að fara inn og chilla, ég er ekkert eðlilega þreytt. Það er þá bara grænt á morgun. Mætti í ræktina. Ég er actually alveg low-key spennt, mætti tíma. Ég er ekki mikil morgunmanneskja, en það er búið að vera gaman. Ég mætti upp á flugvöll að sækja mömmu, hún voru að koma heim frá Prag. Þar andjóðs svo shit í veður. Oh my god, það var ekkert eðlilega leiðilegt að keyringa. Ég ætla að stoppa heima, skulla henni heim, náði dótið mitt sem ég var að geyma heim í henni, fara að senda til pappa, svo verð ég aftur að læra bara í kvöld. En ég ætla að taka með smá pási. Ok, ég er komin heim núna, af hverju er þetta enda á svona ógeðslega sem ég meina aldrei skilja sem þetta. Ó, hún er svo með inn, hang on. Við mamma fengum okkur að borða saman og svo vorum við bara eitthvað að spjalla ekki mikið. Þannig ég var bara að koma heim núna og klukkan er 6:30. Andjóks svolítið þreytt. Ég er að pæla að fara bara í Sims í smá stund og fara sér aftur í skóla í kvöld. Ég gerði sjálfur mér þann greiða að skipta föt að ég búin að vera í sömu buxunum í 3 daga. Það er svona prófa-season vibe-ið. En ég er að peka upp Anítu núna og við erum að fara enn og aftur að fara saman til skóla. Og klukkan er núna 7:30. Mér langar svolítið í nammi, ég lagt svo mikið til að laugardagur á morgun. Mér langar að geta eðlilega mikið í nammipoka, bara blandipoka. Það er ekkert meira vibe heldur en að vera til skóla með stórum blandipoka að kemsa. Ég er hérna. Já. Ok, ég er ekkert búin að vlogga þetta, en það er ástæða fyrir því. Ég var bara heima að kenna Sölva í morgun námsefni og við náðum að fara 2 kafla og ég er núna, oh my god, sjóði. Hann er Harry! Oh my god, kísi minn! Halló sæti! Hann er ekki að fíla rigninguna. Grei.
En allavega, núna er ég að fara út í skóla, ég var að sækja eitthvað dót sem ég skildi eftir hjá mömmu. Fór líka út í Hagkaup að kaupa well-deserved rammipoka þar sem það er laugardagur í dag. Ég er svolítið stressuð, en it is what it is. Bara ef ég á að ná, þá mun ég ná eitthvað. Okay. Ó, þetta er að leika. Nei, verið kjör. Ég er búin að læra í dag. Klukkan er 11. Hún orðin 11. Ég er að sækja Sölva. Smá sein greinilega. Ég sé mig kláraði að fara yfir stuttu skilgreiningarna eins og planið var. Ég síðan setti saman skjal á öllum krossunum sem ég var með og prentaði út bara til að geta farið yfir krossuna líka. Og á morgun ætla ég bara að byrja að fara yfir löngu ritgerðarspurningarnar. Og ég held að ég ætli bara að lesa þær fyrst áður en ég byrja eitthvað svona að reyna að svara þeim og reyna bara svona að skilja svörin í öllum spurningunum og vera svona genuinely bara eitthvað svona reyna bara að skilja þessu pælinguna bak við þetta og skoða líka hversu oft eitthvað efni er nefnt í löngu ritgerðarspurningarum, þú veist hversu margar spurningar eru þróunarkenningarnar og eitthvað svoleiðis. Og skrifa það líka hjá mér. Mér líður svona eins og það verði eitthvað svona áhersluatriði. Ég er alveg með sunnudag, mánudag, þriðjudag til þess að læra. Þannig að þetta ætti alveg að sleppa. Þú veist, þetta er ekkert eitthvað, ég er ekkert svona að fara í próf á morgun. Ég held að ég sé aldrei að fara að falla. Ég vona ekki, guð. Þetta er bara spurning hversu góða einhvern ætla ég að fá og mig langar að fá góða einhvern. Ég er með basically batteríslausa myndavél og hún er á 4%, þannig ég mun örugglega ekkert vlogga í dag. Ég þarf að hlaða hana í kvöld, en ég ætla bara að fara út í skóla. Já, ég þarf að snemma örugglega að sofa í kvöld af því að ég er að fara í Pilates í fyrramáli. Vonandi verð ég búin að hlaða myndavélina þá hann geti aðeins séð hvað ég er að fara að gera á morgun. Ég mun kenna Sölva eftir, þegar ég er búin að vinna, þú er kenna 2 aðra kafla allavega, en allavega já, myndavél er just about dead. Ok, ég læri ángríns ekkert af viti. Ói, kantur. Ég mætti skólan 12:30, Sendhelp, og ég er eiginlega ekkert búin að læra. Nefnum bara smá, en ég er núna að fara að sækja Sölva og ætla að kenna honum. Oh my god, sko ég er ekki vöknuð. Góðan daginn, ég er reyni í Pilates og barritíman. Gærdagurinn var ekki alveg Gærdagurinn var ekkert frábær. Mér fannst ég aldrei ekki hafa lært neitt. Og svo er ég bara fyrir kvíðakasti í gærkvöldi, bara hvað gæði eitt lítil í mér, low-key að fara að gráta. En ég ákveði að taka mig bara smá pásu í gær, ég fór bara í Sims og bara sagði goodbye við lærdóminn. Í dag er nýr dagur og ég ætla að mæta í Pilates og barri og svo ætla ég bara að fara beint út í skóla þegar ég er tilbúin, þú veist, fer heim, styrtu, gera mig að græja mig. Svo ætla ég bara beint út í skóla og þetta verður smá grændagur í dag, vondi. Og ég get það, ég trúi mér, it's fine. Ok, ég er að leiða mig til skóla núna. Ég var búin að heyra í 2 í gær sem eru sálfræði með mér að læra saman í dag. Ég veit ekki hvernig það er alltaf að mæta, en ég ætla að byrja bara að kannski læra smá sjálf, fara yfir ritgerðarspurningar þar aftur og eitthvað, reyna að skrifa þær upp, reyna að svara og svoleiðis. Og síðan hitta á þær og reyna svolítið svona að spjalla efni og þá get ég spurt þar ef ég er með einhverjar spurningar, af því ég er bara búin að vera að læra með vinkonum minni sem er í lífeindafræði. Þannig ég ætla aðeins núna að reyna að nýta aðra í náminu og læra með þeim. Fyrst það er bara 2 dagar lokaprófi og aðtöga þú veist, er ég að skilja þetta rétt? Hvernig þið skilja þetta? Og ef ég hef einhverjar spurningar, þá vonandi vita þau svari. Já, takk. En hvernig? Takk fyrir. Svona, takk fyrir alltaf. Það líka, þetta er kassum. Já, vá, skemmtilegt. Já, æði. Takk fyrir. Og einn orkan. Takk fyrir.
Hei, þetta er thumbnail. No, there's no more saving things. You gon' pay with pain. I just taste the fame and all my fans, they hate your name. You can't meet me in the next life or the next one again. 'Cause I really hate you. 'Cause you made me so blue. And I promise to God I'll cut you off. It's the last day. Nei, þetta skil ég ekki. Ég held að bara alltaf lagi. Þetta er bara spurning hversu háa einhvern ég vil fá. Nei, ég er svo ánægð að fá aftur smá orku og snakk. Það er geggjað. It's time! Góðan daginn, kæru hálsgestir. Kæru hálsar? Kæru hálsar? Eða kæru gestir. En er ekki eitthvað svona hálsgest? Góðan daginn, kæru hálsar. Það er komið að síðasta lokaprófinu í sálfræðinni í BS. Þetta er það sem berast í fréttum morguns. Við erum leiðin á Ísey að fá okkur morgunmat. En ég ætla að reyna að mæta aðeins snemma í skólan til að fara yfir bara nokkur floskur sem ég gerði. Mér dreymdi einhvern alls konar spurningar sem ég vissi ekki, þannig að það var svolítið stressandi. Það er alveg með búið að dreyma námsefnið mitt síðustu daga, þetta er alveg hræðilegt. Ég get ekki beðið eftir að klára. Takk fyrir. Þetta er með vanilu. Ég var að segja það. Nei, bara eiga svona Ég er officially búinn. Ég er officially búinn. Ég loka prófum í PS í sálfræði. Peace out.